Já, góðan dag, gaman að vera hérna með ykkur. Ég heiti Vigdís. Já, ég heiti Freyr. Og við erum hérna partur af Trún á horninu. Ég hef aldrei áður átt trún á við eitthvað sem ég er að hitta í annars skipti. Jú, ég reynda að gera það, en ekki svona upp á sviði. Sjáum hvað gerist. En ég bað Freyr að kaupa svona litla keðju til þess að við getum talað um virðiskeðjuna á myndrænan hátt. Og hvað keyptið þú, Freyr? Ég keypti svona keðju. Já, sem reyndist óvart vera nammi bikini. Já, ég ætlaði að kaupa svona bara hringrása keðju bara sem var í hring til að útskýra virðiskeðjuna og svona hvernig virðiskeðjan er. Við þurfum að greina okkur sjálf og skoða okkur sjálf, fyrirtækið okkar og kannski okkur sjálf líka og sjá bara hvar aðföngin eru og hvað við erum að framleiða og hvað við erum að selja og kaupa og henda og þetta viljum við ekki að þetta sé eitthvað svona skrítin lína, heldur þetta sé svona hringur, hringur svo hagkerfi. Þannig að úrgangurinn verði kannski aðföng. En svo oft virðiskeðjan, þegar við förum að skoða okkur sjálf og fyrirtækið, hún bara oft flóknari og skrítnari en við höldum, eins og við sjáum hér. Þú náður að redda þig mjög vel því vissulega keypti hann þetta óvart. Já. En já, það mætti segja að það verði aðeins svona flóknar á leiðinni mitt. Svona oft virðiskeðjan þegar við förum að greina okkur. Hún bara mjög flókin og skrítin og kemur okkur á óvart. Einmitt. En við erum að tala svolítið um virðiskeðjuna sem svona greiningatól til að skoða fyrirtæki en virðiskeðjan þú, bara sem einstaklingur. Einmitt. Já, við fórum svona að ræða þetta dagi vegna þess að nú ég sjálfstætt starfandi og ég í raun mitt eigið fyrirtæki, mætti segja, og vinnan mín hefur svolítið svona þróast yfir í persónuna mína. Og ég fór allavega að hugsa sjálf þegar ég fór að pæla í þessu að þegar ég svona steig út úr bara mínu heimspeki námi, ég ætlaði mér að vera fátæk, þá fór ég svona að stíga ólík svið og allt í einu fór ég hafa meira að gera og vinna sjálfstætt sem söngkona og grínisti og allt í einu fóru tekjurnar að aukast og hvað var það fyrsta sem gerist hjá mér? Neyslan jókst. Ég fekk allt í einu miklu dýrari fatasmekk, ég fór ofta til útlanda, ég fór ofta að kaupa skyndibita, fara út að borða en líka bara því ég var svo þreytt þannig að ég hef ekki tíma til að elda og svo eins og buguð og ég skoði aðra utanlandsferða því að ég verð að komast hérna burt, ég algjörlega búin að því. Þú varst bara svona mjög virðiskeðjan var bara mjög einföld falluskýr, þú var svona blöng heimspekinemi og svo slærði í gegn, bara verður sjónvarpsstjarna, popstjarna, leikona, rosalega mikið slá í gegn hjá þér. Já, ég sló í gegn. Virðiskeðjan verður svona asnalegur nammibrjóstahaldari. Já, hún fór einhvern veginn, hún var flóknari, ég áttaði mikið alveg á því, og svo var það í raun að því að hér margir úr fyrirtækjunum, þegar ég fór í smá stefnubreytingu, mætti segja, hjá sjálfri mér, þá áttaði ég mig á því kom svona krísa. Það kom krísa. Það þurfti að fara í stefnumótun. Já, ég bara þetta gengur ekki að því leið á neyslan farin að aukast, þá þurfa bara tekjurnar að aukast líka og ég var ekkert komin í einhvern spíral sem ég reyði ekki við. Þannig ég þurfti bara svona aðeins að stíga út úr þessu og pæla aðeins í því bara hvað raunverulega skipti mig máli og hvað mér fannst mikilvægast að peningarnir mínir og tíminn minn fari í og einhvern veginn leið og ég náði bara meira jafnvægi á líf mitt, átti heilbrigðara sambandi við vinnuna mína, þá einhvern veginn bara minnkaði neyslan í kjölfarið því ég þurfti ekki þessa gerviorku og ég þurfti ekki að kaupa skyndibita því ég hafði tíma til að elda mat, ég þurfti ekki að fara til útlanda vegna þess að mér leið bara vel og var bara orkumikil. Þú styttir virðiskeðjuna? Ég stytti hana. Aftur? Ég stytti hana aftur og það er ótrúlega merkilegt að það þurfa að vera einhvern veginn svona aktív ákvörðun þegar ég horfi í kringum mig og ég sé bara hvað annað fólk er að gera og ég hef verið jólagestur hjá Bó og ég mætti með eitt dress og svo var eitthvað og hvað hin fötin sem þú ætlar að vera í og þannig að kröfurnar eru kannski á að maður birtist fólki á ákveðin hátt þannig að ég hef allavega þurft að svona bara að stíga aðeins tilbaka og hugsa hvað skiptir mig máli, þarf ég að vera í flottustu fötunum? Nei, get ég verið í sömu fötunum tvisvar í sama sjónvarpsþætti? Já, til dæmis. Þannig að við viljum bara að virðiskeðjan okkar, hvort sem að við erum að skoða okkur sjálf eða fyrirtækið sé ekki svona skrítin nammibrjóstahaldari, við viljum bara skilja hvað við erum að gera og hvernig, að við séum ekki fávitar í fjármálum, ekki fávitar í umhverfismálum,
eða meiðana fólk. Einmitt. Gaman kókast nýtt þetta bikini vel í þessa kynningu. En það má segja, gaman að segja frá því, þetta búið til úr nammi. Freyr, þú keyptir þetta í Góða hirðinum, það ekki? Já. Ákveð hringrás, hann keypti þetta í alvöru í Góða hirðinum. Þannig að ef að fólk vil eyða þessu bara af jörðinni, þá má koma á borðið okkar og næla sér í smá nammibita. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.